Allir nemendur sem að hefja nám í Menntaskólanum á Egilsstöðum, þeir þurfa að skipuleggja námið sitt og þetta á bæði við fjarnema og dagskólanema. Og ég ætla að segja ykkur frá því í örfáum orðum hvernig þetta er gert. Í Menntaskólanum á Egilsstöðum er áfangakerfi sem að felur í sér að nemendur hafa heilmikið frelsi, þeir geta sjálfir stjórna sínum áherslum og hraða námsins og þeir geta ráðið því hvenær þeir taka áfangana á brautinni. Það getur hins vegar verið heilmikil áskorun að takast á við þetta því að nemendur bera þá líka ábyrgð á valinu sínu og að fá nægilegan fjölda eininga í þeim námsgrunum sem þeir þurfa á brautinni og þar séu á réttum þrepum. Stúdentsbrautirnar í Menntaskólanum á Egilsstöðum eru 3, það er félagsgreinabraut, listnámsbraut og náttúrufræðibraut. Á hverri braut er brautakjarni og síðan eru vallínur sem að nemendur geta valið sér eða þá að menn hafa valið opið og velja sér áfanga sem að henta. Námslok stúdentsbrauta þau eru á 3. hæfniþrepi og þegar þú setur upp námsferilinn þá þarftu að hugsa að velja áfanga á réttu hæfniþrepi með brautina sem þú hefur skráði á. Það er til dæmis mjög mikilvægt að hafa lágmarki 35 einingar á 3. þrepi og margir hafa fleiri einingar á 3. þrepi af því að þar eru menn farnir að vinna í námi sem er meiri sérhæfing og meiri fagmennska og meira sjálfstæð vinnubrögð og það er eitthvað sem að flestum nemendum finnst spennandi. Allar stúdentsbrautirnar í Menntaskólanum á Egilsstöðum eru 206 einingar og það tekur því svona 6 eða 8 annir að klára allt námið ef þú ert í fullu námi. Í Menntaskólanum er spannakerfi sem þýðir að á hverju önn eru 2 spannir þannig að þú ert í færri áfangum hverju sinni. En ef við horfum nánar á stúdentsbrautirnar þá skiptast þær í kjarna, brautakjarna og frjálst val eða línur. Og uppsetningin er mismunandi allt eftir markmiðum hverjar og einnar brautar. Til þess að komast inn á stúdentsbrautir þarftu að hafa B+, eða A í kjarnagreinum úr grunnskóla. Kjarnagreinarnar eru íslenska, enska, danska og stærðfræði. Ef þú hefur einingar úr eldra kerfi, til dæmis hefur lokið 102, 202 og 212, þá færðu eingöngu metin áfangan 212. Af því að núna eru áfangarnir sem heita 102 og 202 hluti af grunnskólanáminu. Að velja rétti áfanga er mjög mikilvægt. Áfangaframboðið er yfirleitt kynnt með góðum fyrirvara áður en hver önn byrjar og nemendur gera áætlun eigin námsframvindu þannig að þeir raða áfangum í tímaröð og þarna er mikilvægt að hugsa námsframboð næstu anna af því að sumir áfangar eru bara kenndir á haustönn, aðrir eru bara kenndir á vorönn og svo eru sumir bara kenndir annað hvert ár. Nú einnig kemur það fyrir að fámennir hópar eru felldir niður og þá þurfa menn að vera tilbúnir að velja aðra áfanga í staðinn. Það er því mjög brýnt að þú veljir sem fyrst áfanga sem eru mikilvægir fyrir þig og þín markmið. Ef þú lendir í vandræðum með þetta, þá skaltu tala við áfangastjóra eða námsráðgjafa og fá þá til að hjálpa þér að skipuleggja valið. Hefðbundin námsframvinda er þannig að á fyrsta ári þá klára nemendur sem mest af kjarnagreinum í skólanum. Á öðru ári þá er lögð meiri áhersla á brautakjarna sem er mikilvægur grunnur af frekari sérhæfingu og á 3. og 4. árinu þá eykur sérhæfinguna enn frekar og fyllir svo upp í með öðrum áfangum brautarinnar. Nemendur setja upp ferilinn í Excel-skjal þannig að þeir merkja yfirleitt við með grænum lit þar sem er lokið og nota svo mismunandi liti til að skipuleggja fram í tíman. Þannig getum við séð til dæmis að hér eru áfangarnir í kjarna, það eru áfangar í brautakjarna og svo eru valáfangar.
Þegar mann eru búnir að raða þessu upp á annir hjá sér, þá getur þetta litið einhvern veginn þannig út að þú ert komið með áfanga sem þú ætlar að ljúka hérna á fyrsta ári, þú ert komið með áfanga sem þú ætlar að ljúka á öðru ári og áfanga sem þú ætlar að ljúka á þriðja ári. Ef það er þannig að þú stefnir eitthvað annað, sem sagt ætlar að fara í annan skóla, til dæmis hefur hug á verknámi eða starfsnámi, ætlar út á vinnumarkaðinn eða hyggst fara erlendis, þá er mjög mikilvægt að hafa samband við námsráðgjafann til að velja heppilega áfanga í náminu. Gangi þér sem allra best og vonandi var þetta gagnlegt við námsferilsgerðina.